It's a little bit frightening, but we might be playing with lightning. Þetta skemmtilegu texti hjá hljómsveitinni The Wanted. Það miðvikudagur og FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan, 1. febrúar og eins og alltaf á miðvikudagum þá situr Peter Johan Sick Fusion með mér. Vertu velkomin, Pési. Takk kærlega fyrir það. Komið sæl og blessuð og til hamingju með daginn. 1. febrúar, rétt hjá Auðun Blöndal. Já, og þvílíkur léttir maður. Já, janúar búinn. Já, þessi leiðindar janúarmánuður. Febrúar einhvern veginn, það stuttur mánuður og það bara, manni finnst þess að sé alveg að koma vor núna. Fyrir að stytta því, það komið vorlykt í loftið. Já, maður finnur það. Það bara, sumarið á næsta leiti. Það ekkert flóknara. Það þarf samt ekkert endilega að þýða það að veturinn sé búinn, sko. Nei. Síðasta sumar þá snjóaði í maí. Já, það er reyndar rétt hjá þér. En við skulum ekki vera að drekja okkur hérna í svartsýni, Öddi. Nei, ég er nefnilega orðið mjög bjartsýnn því að janúar finnst mér einn leiðilegasti mánuðurinn árinu og janúarblöð hefur hvatt. Hann hefur hvatt og ég skilst að margir séu ánægðir með það. Já, flesti vinir mínir eru svona nokkuð sáttu við það, janúarblöð sé hættur. Já. Það er búinn. Í þessum mánuði, febrúar, þá er leyfilegt fyrir Auðun Blöndal að fá sér kannski 1 bjór. Já, svona 1-2. Það er enda að finna að segja frá því. Ég var hérna í, skal ég segja, Smáralind í fyrradag. Já. Og ég glemdi að segja sveppa frá þessi gerð. Þá hitti ég konu sem svona fullorðin kona og hún hrósaði, sem sagt, þakkaði fyrir þáttinn, sagði hún hefði gaman að hlusta og ég bara takk fyrir það og svo spyr hún mig en hvernig þetta janúarblöðdæmið þitt þarna? Ég bara Hvernig virkar það? Nei, hún sagði, ertu sem sagt mjög ánægð með það og stoltur að þú hefur ekki drukkið neitt áfengi í janúar? Sagði hún við þig? Já. Og ég svona, ég er nú nokkuð stoltur af mig þar. Já. Þá erum við í vesenni, sagði hún. Nú? Já, hún vildi meina það að það væri sko ekki gott mál að ég skildi vera gríðarlega stoltur af því að hafa sleppt áfengi 1 mánuð. Nei, það væri ekki mikið til þess að hampa. Nei, hún sagði að maður ætti nú ekki að vera mikið að monta sig að því nema maður er að glíma við eitthvað vandamál og allt í hennu breytist það frá því að hrósa þættinu mínum að ég byrja að fá svona óþægind að svita og með húu og svolítið heitt í úlpunni minni. Hún leið allt í hennu bara illa í samtalenu. Ef hún að hlusta núna það var ekki, þá svona meira ég bara. Ég fór svona, gæti verið ágætis punktur í henni. Þú fórst að kafa inn í sjálfa þig? Já, hún sagði að hjá sér kallaðist þetta nú bara janúar þó hvort sem hún drykki eða ekki. og hún bara svona ég lyfti mér nú alveg uppi fyrir veislur og svona en ég þarf nú ekki að vera að monta mig að því ef ég fæ mér nú ekkert að drekka í 1 mánuð ég bara svona, mér byrjaði að líða eins og svo miklu aumingja ég bara svona, þetta er kannski rétt þegar það sagði og ef hún að hlusta, hún sagðist þetta Svanfríður held ég þá var þetta hárrétt þegar maður ekki að vera að montast að því þá maður hangið þurr í 1 mánuð Kannski eftir að breyta janúarblöð bara í 365 blöð? Nei, alls ekki 365 blöð? Svona 365 blöð Þú ert að tala við 361 kallið minn? Já, byrju hvað okkur 365, drekki ekki Það er náttúrulega nokkur sem að eru í því sem að eru bara þurrir allan ásins ring Jón Jónsson til dæmis hefur aldrei drukkið áfengi og fleiri og náttúrulega bara allt gott það að segja Já, heldur betur, besta mál Það var líka samt svolítið, það rætti mig pínu þegar menn voru að spyrja mig bara í dag 1. feb, bjór í kvöld Ég bara, nei, ég er ekki lægi, bjór í kvöld, miðvikudagur Já, en samt Já, það er orðið leyfilegt alltaf aftur Þetta er fyrst í blautablu Í blautablu komin aftur En hörðu, það er nú oft sem við segjum í byrjun þáttur að við séum með rosalegan þátt og stundum stendst það og stundum ekki En ég get lofa þér hlustandi góður að við erum með rosalegan þáttur í dag því að borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr sem held ég by far minn uppáhalds útvarpsmaður allra tíma hann er að koma þetta sem gestur á eftir By far á íslensku myndi vera miklu framar heldur margt annað Já, hann er svona, hann er sennilega minn uppáhalds útvarpsmaður bara allar tíma Ég langar að biðja þig að tala íslensku Já, það er rétt hjá þér Það er svo mikilvægt Styttist í dag íslenska tungu Ég slettir þetta mikið, maður á ekki að gera maður rétt hjá þér Nei, sérstaklega ekki þegar maður er í radíónu Nei Í útvarpinu En það er ýmislegt sem við ætlum að gera með Jóni En það snillingur þar á ferð og góðu vinnu þeim Pétur Já, hann er opbáslega góðu vinnu Kynntust honum vel þegar þið voru að taka upp vaktirnar kynntist honum vel Urðuðu bestu vinir? Já, og sterkt taug á milli okkar Er hann betri vinir en Jóseppi? Nei, ég meina það er erfitt að draga menn svona í dálka Já, ég veit það
Þannig að það allir bara voða góði vinir mínir. Já, það allir jafnir í þínum bókum. Líka þú hlustandi. Ertu fann að sleikja upp fyrir karaoke-keppnina? Já, fyrir karaoke-keppnina. Kæri hlustandi, þú ert minn besti vinnur. Herru, já, við erum með Jón Gnarr, svo erum við með karaoke-keppnina. Við erum með Hverjir verða hvar, sem liður sem við byrjuðum með á í síðustu viku og er stórskemmtilegur. Sem fjallar það, við hringjum í 3 celebrity, íslensk smástirni og spyrjum hvað verðum helgina. Skyggnast inn í framtíðina. Já, þannig að fólk viti hvar það á að tjamma, í staðinn fyrir að lesa það viku setna hvar það átt að tjamma. Hárrétt hjá þér. Við erum náttúrulega menningar og lífstílsþáttur. Já. Við erum að taka á menningu og lífstíl. Já. Við erum að skoða það hvað fólk er að lífstílast. Já, þannig við förum ofan í bara allt saman í þessum þætti. Já, rétt hjá þér. En vissulega ber hæst koma Jón Gnarr, enda ekki á hverjum degi sem við fáum borgarstjóran hérna í þáttinn. Við ætlum að byrja hins vegar á laginu My Heart Skips a Beat með Bretanum Ollie Murs. Ég er búin að bíða eftir þessu lagi. Ekki? Það er fílingur í þessu. Það er febrúarfílingur í þessu. Það kemur þetta. Skips a Beat. Ástfanginn Pétur að hjarta eitt bara sleppir, takt. Já, heyrðu takt, já, ekki bara einum. Nei. Það er bara stundum sem að hjarta stoppar, bara í marga mínútur. Já, og svo ástfanginn næstu. Já, það er fallegt. Hvað er að frétta af litla gautanum, Jóhanni Berg? Já, það er bara allt gott, maður. Já? Já, hann er fantaræs. Já, þetta er fyrsti strákurinn, eða ekki? Jú. Flott fyrir eina stelpu. Já, 2 í rauninni. Já, veist. Ef við tökum þetta allt saman, Já, út orðin 3 barna faðir. Já, sem að bara, þú veist, er bara þið bestamál. Já, ég sá hrikalega áhugavert viðtal við Sveppa á deva.is fyrir í dag. Það sem að vera að spyrja hann hvort hann eignast nýtt barn og hann sagði að hann var með 10 putta og 10 tær og þar með lauk því viðtali. Það var hrikalega opið og skemmtilegt viðtal við Sveppa barnið hans. Já, hann er ekki að flækja. Alveg ímynda með hvernig það símtal var. Já, hann er ekki að flækja. Varst að eignast barn? Já. Ég var að eignast barn. Já, hvernig það? Heyrðu, hann er með 10 putta og 10 tær. Já, ok, takk fyrir það. Já, eitthvað meira? Nei, ekkert meira í gangi. Allir feskir bara. Já. En hvernig, heyrðu, áður í fyrir slúðupakka dagsins, varst þú eitthvað niður í bæ í gær? Nei. Nei, þú er ekki komið nálægt þessari sprengju þarna? Kom ekki nálægt í málinni. Nei, en hefur þið fylgst með því? Já, aðeins, töluvert, reyndar. Það hefur aldrei verið mikið að gera á sprengjusvæði Íslands. Nei, þetta var ansi svæsið, sko. Já, þá eru nokkur sem voru að taka, held ég, bara sína fyrstu yfirvinnu. Já. Í sprengjusveitinni. Já, það var svo mikið að gera, það var lengi að. Já, þannig að... Menn komist ekkert heim bara í spagetti og hakk, sko. Nei, þetta var stubbur hjá þeim. Yfirvinna. En var þetta ekki bara einhver tífúlíbomba, eða svona? Það fara tvenna sögur að því. Einhvers staðar heyrði þetta bara verið eitthvað bensínbrúsi sem sprakk. Og öðrum stöðum frétti þetta verið alvöru sprengja. Er það? Já, maður veit það ekki. En herðu, yfir í annað mun mikilvægra, það er slúðurpakki dagsins. Og ég ætla að byrja slúðrið á Brad Pitt og Angelina Jolie, ekki fyrsta sinn sem þau eru rétt í slúðrunu. Þau leyfa krökkun sínum ekki, þau eiga núna 6 börn og það eru nú einhverja sögursagnir Angelina Jolie sé ólétt að 7. krakkanu þeirra. Þau leyfa krökkun sínum ekki að googla sig og hafa haldið fast utan það að börn þeirra fá ekki að lesa þau og hvað sé skrifa þau á netinu. Þau hafa engan áhuga því og Brad Pitt segir hérna í viðtali að hann vilja krakkarnir sinni verði eins eðlilegir og hægt er og vill að þau séu bara í þeirra augum mom and dad, eða mamma og pappi. Já, þetta er sniðugt. Það er örugglega erfitt að, sko, eins og ég var að hugsa daginn, ég held að fyrra barni hjá Pamela Anderson og Tommy Lee, ég held að sá strákur sé orðinn 17 ára núna. 16-17 ára. Já. Ég held að það sé, það er örugglega bullandi challenge fyrir svona úling. Ég man allavega, sko, ég átti nú erfitt með mín úlingsár. Svo það var ekki til eitthvað, þú veist, klámítjó af Hatti Sveins og Kidda Blöndal einhvers þar á einhverjum síðum, sko. Það hefði ekki hjálpað til. Nei, það er eitthvað sem ég held að sé það síðasta sem ég vilja sjá foreldrar mín að gera. Það er að stunda mögg. Ég finna að það er bara verðt að fylgjast með þessu. Já. Internetið er stóra þetta. Hefur þú labbað inn á eitthvað svoleiðis hjá mömmu þinni og stjúpappa eða pappa? Nei. Nei, þú varst eitthvað efins? Nei, ég tók mig smá tíma að reyna að rifja þetta upp. Já, hefur þú labbað inn á þig eða? Hef ég? Hefur þú verið? Já. Nei. Þú læsir líka. Þetta er alltaf... Já, ég læsi. Þú veist hvernig það er eitthvað að fara að gerast við þeirra þig ekki? Jú, cirka. Það fer ekkert á milli mál. Það er líka vel undirbúið. Það er búið að skipuleggja það? Já. Það er alveg svoleið. Bara allir sendir út úr bænum. Já, það er bara búið til... Dreigir fyrir og skiptum læsingar.
Það vel gert. En þetta eitthvað sem ég vona að fáir sem að hlusta hafa þurft að ganga í gegnum, að það að sjá klámvídeó af foreldrum sínum. Svona þetta hins vegar út í Hollywood. Seinna slúðri hérna, ég er enda með eitt í viðbót svo. Paula Abdul, hún að fara að hætta í X-Factor líka. Ég sagði ykkur frá því í gær að þessi Steve Jones þarna, Bretinn sem var ekki svo besti kynnirinn, hann hættur og núna Simon Cowell að láta Paula Abdul fara og jafnvel Nicole Scherzinger líka. Já, hérna. Þannig að það bara verið að hreinsa út allt X-Factor liðið nema Simon Cowell og L.A. Reid sem voru reyndar yfir bara menn í þessari seríu fannst mér sko. Já. Það á ekki að Paula Abdul greiðin að ganga. Nei, greið. Það alveg sama hvaða verkefni hún í, hún alltaf látið fara. Já. Hún ekki bara svona dreifleðileg? Nei, hún reyndar sko, ég var komið leið á hann í American Idol. Meðan hún kom ágætlega inn í X-Factor sko. Það var eins og hún var að hætta að bryðja þessu verkjalif sín. Hún virkaði allavega með full FM núna. Ég verð að viðurkenna, ég fylgdist ekki nógu vel með þessu. Nei, horfði ekkert á það. Ekki nógu mikið, ekki staðfast sko. Nei. Ég mikill svona söngakeppnismadur, fíla þetta. Já, þú veist, ég alveg gaman að þessu, en þú veist, ég ekkert alveg bara, ég seti ekkert neldur yfir þessu, sko. Nei, þetta samt, þetta þægilegt, þetta alltaf á föstudagskvöldum, sko. Það fínt að bara vera búin að panta sér pítsu og negla sér fram að American Idol, sko. Það nú 9 tímar hjá þér, þar sem ég nú blöðið búinn, þannig að þú annað að gera á næstu föstudag. Þó ég sé ekki lengur í janúarblöð, þá það ekki tveggja daga helgi alltaf hjá mér, sko. Og fyrir ekki eða rólegur. Ekki að eðalega fyrir daginn. Og áfram höldu hérna í slúðrinu. Já, síðasta slúður dagsins af honum David Beckham, en hann núna að auglýsa nærföt fyrir H&M eða Hendrix og Moritz, sem nú búið sem að flestar, konur á Íslandi ættu nú að þekkja. Ég hef aldrei vita aðra en skeðsíki og tengist þessari búð. Hann segir núna í nýju viðtali að honum líður best á nærbuxunum. Hann segist vera aldrei í sömu nærbuxunum 2 daga í röð og þegar hann búinn að nota nærbuxunar þá hendir hann þeim. Já, þeir sletta skýrunum sem eiga það maður. Heldur betur, það er ekki ánægða með það. Það farið í nærbuxur, svo bara eftir daginn þá þeim bara hent. Já. Það getur nú seltar held ég en. Já, þetta samt bara líklega bara pínu hérna, sko, að því þú segir sletta skýrunum sem eiga það. Það gæti verið ódýrara heldur en að starta þvottavélinni, sko. Nei. Það orðið rándýrt að starta þvottavélinni. Já, þú ert náttúrulega svo mikið að drasla í þvottavélina þegar þú hendir inn í gang, sko. Já, það er sama maður, þegar þú reknar þetta saman. Já, og hvað hérna, þegar þú nota mikið nærbuxur, ekki? Nota mikið nærbuxur? Já, líður vel í þeim eins og Beckham. Já. Það eina sem þið sammeðlegt, þú og Beckham, eitthvað finnst báðum þægilegt fyrir nærbuxum. Já, þú ert ekki nærbuxum? Ég stundum, ég reyndar í nærbuxum núna. Já. En ekkert alltaf, sko, ég alveg... Yfirleitt kommandó? Já, ég tek stundum kommandó á þetta, mér finnst það þægilegt. Já, en þú átt ekki þvottavél náttúrulega. Skýrist þið svolítið sjálf eða ekki? Já, nú reynda þvottavél. Þú átt hana? Já, og þurrkara líka. Þú átt ekki að starta inn á hvernig degi? Nei, alls ekki, ég við ekki hana. Það hendi vel. Nei, en hvað ertu eins og núna nærbuxurnar svo ertu í núna, Pétur? Já. Varstu þeim í gær líka? Nei, fóruð þér í morgun, í morgun. Ok, heldur þú verðir í þeim aftur á morgun? Ég á ekki von á því, nei, nú tekur nýja nærjur á hverjum degi? Já. Og það bara að fá sinn mannalega tíma í þvottavélinni, sko. Já. Sem að ég sé ekki Þannig að þetta að þú færði ekki á þínu heimili? Ekki nógu mikið, nei. Hvað gerir Pétur Jón Sigfússon á sínu heimili? Mest lítið. Já, þú eldar ekki? Ekki mikið. Ertu bara svona út í hotna að segja brandara? Já. Og reyna að halda góðri stemningu á heimilinu? Bara vera fallegur. Æ, pabbi, haltu kjaft og taktu köttin. Hann hlæði þar. Herru, hvað er í matinn, maður? Hakon spagetti. Þetta er bara svolítið, maður. Dagur í lífi í Pétur. Ég sé þið svo fyrir mig bara heima bara. Þetta er eina sem þú gerir, það er að vera með eitthvað hljóð. Já, helsauðina maður. En hvernig er svo með dóttina? Finnst henni þú fyndin? Hlær hún mikið? Ertu fyndin heima þig, Pétur? Þeim finnst ég fyndin. Já, þeim finnst ég fyndin. Ertu að reyna það líka oft? Það er bara öllum á mínu heimili finnst ég alveg drepfyndin, sko. Já, en ertu drepfyndin, þú má segja það. Sigrún alveg elskuleg, sko, hún hlæra öllu nánast sem ég segi, sko. Hún ekkert komið leið þær? Nei, og þau allir alveg rosa þakkláttir fyrir að hafa mig, sko. Annars var þetta meir og minna allt saman að farast úr þunglindi og það er svo gaman að hafa svona kall eins og mig sem er alltaf hress. Þannig að það má segja að þú ert svona álíka mikilvægur hann inn á heimilinu og Sigrún þó svo hún sé að elda og þrífa og þá ert þú að halda upp góðu móral. Ég er bara jafn mikilvægur og bara borga rafmagnsreikningi. Já. Það er bara 7 perur og 7 ljós þarna inni, sko. Já. Ég veist að ég get óskað þess að þú værir á mínu heimili okkur meinasta degi, ég viðurkenna. Já, en ég er þetta með slúður. Nú? Já, Ricky Martin slúður. Já, ok. Ricky Martin verður í Glee. Jæja. Þætti. Ok. Og hann mun koma fram sem The Spanish Teacher.
Jæja, hann að fá hlutverk kallinn. Já, hann fær hlutverk sjálfur og... Ekki dauður öllum aðeim? Já, nei, hann ekki dauður öllum aðeim. Hélstu það? Já, langt sér maður heyrði í kallinum. Í hverjum? Í Ríkki Martin? Já. Já, en við ætlum nú að ráða bót á því hér í dag. Já, ég skal, ok, ég er búinn að vera svo leiðilegur. Ég gleymi alltaf að spila Ríkki Martin fyrir þig. Ég skal lofa þér ég spila eitthvað good shit Ríkki Martin lag í dag. Ég væri til í að heyra She Bangs. She bangs. Það er aldrei að vita að spila þetta. Já, bara, þú veist eitthvað. Þú veist, það er sama hvað spila með Ríkki Martin, það er bara hressandi. Já, segir ég sennilega síðasti Ríkki Martin aðdáðandinn á Íslandi, Pétur Jón Sigfússon. Þetta var slúðurpakki dagsins. La Dolce Vita maður. Já, vá, það þekkir öll lögin hans. Það er fáránlegt lag. Herðu, við fáum fyrst hérna Seil og svo er borgarstjórinn Jón Gnarr hérna rétt ákominn. Já. Þetta er flott lag. Já, þetta er ekki Ríkki Martin. Þetta er ekki Ríkki Martin, en það er einhver kraftur í þessu lagi. Já. Hlustaðu bara. Já. Þetta er Seil og hingað í stúdíóið mættir, ekki borgarstjórinn, Jón Gnarr, hann er rétt á kominn, en það voru að koma hérna einhverjir krakkar úr Vestló sem er í einhverjum ratleik, Pétur, og þau eru að fá vist einhver 20 stig fyrir að komast þér inn í þáttinn. 20 stig, hann sestur hérna hjá okkur hann Axel. Komdu sæll og velkomin. Kormákur í tíu. Kormákur. Axel Kormákur. Er þetta ekki sami skítur í svona skál? Nei, ég segi svona. En Kormákur, velkomin, gaman að hafa þig hérna. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur það? Ég er bara svona sultuslagur, sko. Já, sultuslagur. Æðir hérna inn með félagiðinum. Þið eru 2 og 3 skvísur. Hvað er það að fara að gera? Við vorum að hlaupa nættir í kringum Hallgrímskirkju. Með stelpunum eða? Nei, það er ekki komið með því með. Það fengi ekki að koma með í það. Hlaupuð þið nættir í kringum Hallgrímskirkju? Já. Hvað var það mörg stig? Hvað var það mörg stig? Hvað segir? Árið 20 stig. Jafn mörg stig fyrir það og að koma hérna og fá að tala aðeins. Hvernig er að vera í Vestló í dag? Það er bara algjör unnað, sko. Já, það er algjör snill. Ertu það fyrsta árið það? Nei, ég er á öðru ári. Öðru ári. Pétur, þú varst nú ekki í Vestló, þú varst í fjölbrautunum í Garðabæ. Ég var í Litla Vestló. Litla Vestló. Já, fjölbraut í Garðabæ, það kalluðu Litla Vestló. Það ekki? Er ekki rétt? Já, ég held nú samt að FG geta alveg keypt Vestló ef þið vildi það, sko. Já, þannig að séru það. Þannig að þeir eru orðin stærri, sko. Ef þú mætti spyrja Pétur Jóhann hverju sem hverju myndir henda á hann svo rétt árið fyrir mjölusingar? Ekki vera smeg. Hvernig er að vera, þú veist, er ekkert erfitt að vera alltaf svona jákvæður og alltaf í svona góðu skapi? Nei, þetta kemur bara sjálfkrafa. Bara leið og ég vakna á mótana, treð í grímun og mér einhverju góðu að borða, þá er ég orðin jákvæður. Bara ég fæ eitthvað að borða. Þú ert náttúrulega svo ungur, þú þekkir ekki þættina Life Goes On með Korki, eða? Nei. Hann var alltaf jákvæður líka og það er svona, það er svipað með Pétur, þeir eiga létt með þetta. Já, þetta er bara viðhorf. Vertu bara glaður í hjartanu, konu. Ég sé ekki á það. Já, með þessum stórkostlu orðum kveðjum við Kormák úr Vestló. Við ætlum að fara hérna í örstuttar auglýsingar og svo er það, eins og áður er komið fram, borgarstjóri Reykjavíkur Jón Gnarr. Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnar listans eru Brynjar Már og Erna Hrönn. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. Korónakvöld á Glömbar á 50-dagskvöldu. Vinsæli drykkjuleikurinn Beer Pong og fleira fjör í boði. Sjóð heitur DJ. 5 í fötu á 1500. Korona og Glömbar. Klikkar ekki. Milljónunum kyngir bókstaflega niður. Víkingalottó. Alltaf á miðvikudögum. FM 95 Blö er í boði. Vantaði lán? Það er alltaf opið hjá okkur. Kredía.is. Lakkerol slættir úr rullunum.
FM 95 blö. Á FM 95. Já, þetta skemmtilegt lag. Borgarstjóri Reykjavíkur, Jón Gnarr, kominn í húsið. Já. En hann á klósettinu eins og þannig að við býðum bara með eina innkomu áður en að við hendum honum einn í gang. Og það komið lag? Nei, þetta lag áttu ekkert að koma núna strax. Í gang? Já, það eru mistök. Herðu, ég var að spá að segja hérna, Pétur, Vestlaru, ferðu hérna, herðu, hann mættur hérna, við ekki bara taka hann bara beint inn í beina. Jón Gnarr, verður velkominn. Já, þakka þér fyrir. Herðu, hvað? Ætlar bara að taka hann bara beint í spjallin. Já, herðu, þú kemur bara hérna í horni. Já, fyrst hann komin hérna inn og búinn á klósettinu. Já, þá engin ástæða til að vera eitthvað með vöflur í kringum það. Nei, verður velkominn, Jón. Já, takk sem lög. Þú ert þetta í beinni útsendingu? Já. Hvernig er það? Er það svona... Þetta gerist allt bara... Það er meiri spenna í þegar Já, það er meira tensjón. Já, það er gríðalegt tensjón í gangi. Allt sem er að gerast núna er að gerast. Já. Fer beint í loftið og fólk heyrir það bara leið og að gerist. Já, þannig að maður segir einhverja vitleysu þá þýðir ekkert að... Þú getur ekkert bakkað með það. Nei, þá þýðir ekkert að segja hérna, hei, þetta er nú rugl, getum við ekki... þetta? Já, nei, það er ekkert. Nei, það er málið við beina útsendingu. Já, hvort, þú varst nú lengi í útvarpi, hvort það er svona meira gaman að því að vera að leika eða vera í útvarpi? Þú náttúrulega... Sko, þetta er svona eiginlega eins og að bera saman epli og appelsínur. Finnst mér, sko. Þetta er eins og að hvort finnst þér skemmtilega að borða kjöt eða fisk. Það er svolítið svona... Bæði er svo rosalega skemmtilegt. Það er ólíkan hátt, sko. Það er miklu skemmtilega að borða kjöt. Mér finnst skemmtilega að borða kjöt. Finnst þér það? Skemmtilega, já. Já, ég verður að sammála því. Mér finnst það svona... Það var ekki góð líking hjá þér, Jón. Þú sér borgarstjóri. En þetta er náttúrulega bara að maður er að borða. Eða þú veist, þú lítur þannig á málið. Maður er bara að næra sig. Já, ég meina, hvort finnst þér skemmt, þetta er eins og að segja, hvort finnst þér skemmtilega að vera í New York eða Stockholmi? Það er ekki hægt að gera þetta á milli. Það er ekki hægt að líka þessu tvennu saman. Það er alveg rétt. Já. En ertu velkominn? Það er fyndið núna að maður reyna að fá þig í spjall og svona í viðtal. Maður þarf að fara bara í gegnum her af liði sem er aðstoða þig. Já. Enda upptekinn maður. Já. Hvað ertu búin að ára brasi í dag? Hvernig var dagurinn til dæmis hjá þér í dag sem borgarstjóri? Dagurinn í dag? Það er miðvikudagur, sko. Já, hann er búinn að vera bara mikið fundir. Já. Og ert svolítið mikið í því núna, ekki? Það er voða mikið svona fundir hinn ýmsustu mál, jú. Svona stöðufundir, kynningafundir. Og já, það er nú svolítið svona mikið hluti af þessu starfi. Það er að setja fundi. Hvað ertu búin að vera borgarstjóri lengi núna? Heyrðu, ég er búinn að vera borgarstjóri. Hann hefur skeiðklukku á þessu. Búinn að vera borgarstjóri í 1 ár. Já. 7 mánuði, 16 daga, 23 klukkustundir og 29 mínútur. Það er ekkert annað, maður. Þú ert með niðurteljara. Eða svona ekki niðurteljara, heldur bara teljara. Já, teljara. Já. Var þetta ekkert að fá leið á þessu? Nei, mér finnst þetta bara þvert á móti skemmtilegra og skemmtilegra. En þegar ég afslappaðari og svona líður betur í þessu, sko. Já, eftir því sem þú búin að vera lengur í þessu. Já. Ok. Ég er náttúrulega bara að læra þetta, sko. Já. Maður er alltaf að taka einhverjar eldskírnir í einhverju, sko. Já, hverjum einasta degi? Já, eða svona reglulega, sko. Það getur, og oft eitthvað, skilurðu, sem að fer fram hjá manni, fer undir radarinn, skilurðu, sem að því maður þarf náttúrulega að hafa svona yfirsýn yfir stóran flöt, sko. En þú ert nú með mjög góða yfirsýn. Já. Allavega mín reynsla af þér er svo, sko. Já. Óbáslega góða yfirsýn yfir allt sem er í gangi í kringu þig, sko. Já. Þannig að þetta ætti nú að liggja vel við þér. Já, gerir það, sko. Ég held ég verði bara, sko, mér er búin að standa mig alveg gríðarlega vel og ég held ég verði bara fjandi góður í þessu, sko. Já. Svona þegar upp verður staði? Já, og þegar þetta verður skoðað svona eftir á. Já. Þá kannst að bjóða ekki frans til forseta? Var það ekki starf sem þú er áhuga á? Nei, ég sko ræddi við ráðgjafa minn, svona pólitískan ráðgjafa sem er sem sagt maður sem ég hef aðganga að og Íslendingur og 6 ára. Hann er 6 ára? Já. Og
og ég fæ átt lánaða dómgreind hjá honum. Já. Hann sagði, nei, þú skalt ekki gera þetta. Bara kjafta þið. Þetta bara og hann sagði, þá þarftu alltaf að vera í visslum. Já. Þú ert nú ekki mikið partydýr. Nei. Það var lítið fyrir partí. Það er kannski draumajobbið fyrir summa, en þú nennir ekki endalausum visslum og eitthvað. Nei, sitja einhvers staðar að sulla í hvítvíni og... Nei, ég er meira svona kannski vera heima og horfa á Discovery og... Já, men við svona biografík og svona. Við Pétur ætlum að reyna að dobla, eins og ég kom nú inn á hann í útsendinguna, þá ert þú líklega svona minn uppáhaldsútvarpsmaður fyrir og síðar á Íslandi. Takk fyrir það. Og við ætlum að reyna að dobla því eitthvað svona gamla liði eftir smá stund, hvort við getum doblað í stuttaatið og hangið fyrir horni og fleira. Hvernig líst þér á það? Ég bara að ræða við minn pólitíska ráðgjafa og... Já, þú getur fengið að hringja í hann bara, við getum skellt lægi og þú bjallar bara í hann. Við ætlum að setja þetta smá Linkin Park með Rolling in the Deep og svo á meðan að meðan að Jón Gnarr, borgarstjóri, tala við 6 ára. Linkin Park er ennþá. Það er ekkert búið að breytast, maður. Heyrðu, þetta er að taka Adele. Rolling in the Deep, Adele-lagið, hann situr hérna hjá okkur, borgarstjóri Reykjavíkur Jón Gnarr og beint á móti með Pétur Jón Sigfússon. City Mayor. Og við vorum að spája að fara með útvarpslegendið Jón Gnarr í svona smá fíblaskap hérna. Þá þarf hann eiginlega að fá headphoneið þín, Pétur. En þessi hérna, ég er með hér. Ok, heyrist þið enn? Já, það er ekki. Heyrist eitthvað í þessu? Já. Herðu, Jón, þú varst með... Já, komið í sæl og blessu. Það breytir svona röddinn þegar maður er komin. Þegar maður er komin svo, komið í sæl og blessu. Já, komið í sæl og blessu, hlustendur góður. Við erum hér á FM 957, nei, FM 95. Og Linkin Park voru að klára... Frábært lag. Þú ert ennþá með þetta. Klukkan er 20 mínútur í og allir hressir hér. Það er alltaf hrikalega gaman að sjá hljómsveitir setja lög í nýja nærbuxur og það var nákvæmlega það sem Linkin Park voru að gera þarna. Tóku Adele-lagið og settu þær í splungun nýja nærjur. Þú er ógeðslega góður í þessu. En herðu, við vorum með pælingu, Jón, sem að þú vildi gera. Að hringja í, McDonald's í London. Já, McDonald's er svona veitingarstaður sem er í miklu uppáhaldi hjá mér. Og ég er skráður sem starfsmaður hjá McDonald's á Facebook. Já. Er það? Já. Það er fallegt. Hvað er það, maður? Ég ætla að hringja þetta. Og þú ætla að reyna að fá hvað? Taka frá borðið, ekki? Jú, ég ætla að fá panta borð. Já. Þetta var eitthvað svona sem að þið langaði bara sérstaklega til að gera. Panta borð á McDonald's. Fyrir hvað marga? Ég veit það ekki, sjáum til. Kannski verður það eitthvað svona... Hvar er þetta, segir þú? Þetta er í London, sko. Já. Ok. Þetta er sem sagt 35. From McDonald's, someone speaking up, can I help? Yes, hello. My name is Jón Gnarr. I'm calling from Iceland. Okay. Yeah, and I was wondering, I'm coming with a group of people, and Icelanders. What time, when you are coming? We will be, we're arriving the 15th and staying until the 22nd. And I was wondering if we could reserve a table on the 18th. How many people? 4. 4? Yeah, you don't need to reserve. Just come in whenever you want, okay? But it's not possible to reserve if it's... No, we don't reserve table. Oh, but can you take my name and... No, it's not necessary. As I said, anyone who can come to McDonald's, they can come any day, any time and sit down. You don't need to reserve the table. Wow, there is no McDonald's in Iceland. It closed down, so it's... quite an exciting event for the group. No. Yes, it is. So, but what about Sunday the 19th? Do you think you have a free table there?
Yeah, as I asked you, you said for 4 people, yeah? Yeah. Yeah, so any time you want to come to McDonald's, just come in. You don't need to reserve the table. Just come in, order, and sit down, okay? Okay, and do you have all the and the menu is it? Yeah, no problem, okay? Okay. All right. But do you think I could call some other place and reserve? Because I promised the group I would reserve for. So it's. Yeah, for how many people you want to reserve? That's what I'm asking. You are saying 4 people. Yeah, you're 4. Yeah, so it's not necessary. Anytime you decided you want to go and eat, you come McDonald's, you order your food and have a seat. We got a lot of seating area, okay? Okay. Because the last time we went to Berlin, and we had wanted to go to a certain restaurant, and it was fully booked. Oh, so don't worry, no problem. Okay, all right. Bye-bye. Okay, thank you. And it wouldn't the 17th, Friday. Hello. Hello. Yeah, as I said to you, anytime you decided to come, just come in and you will sit down, all right? No problem. Is that a promise? I can... Yeah, promise, okay. What is your name? What is your name? I will... Just come in and then I will see you, all right? Any day I'm here, okay? Yeah, I'm... Okay, I have to go now, all right? Okay. I'm 182 and with red hair and beard now, so you will... All right, okay. Yeah. Bye-bye. Yeah, bye-bye, thank you. Þetta var áhugaður. Hún er enga veginn að nenn að tala við. Nei, hún hafði líka ekki hugmynd að hún var að tala við borgarstjóra Reykjavíkur sem var að reyna að panta gott borð hjá henni. Fyrir 4, það er ekki að panta borð. 4, við erum með nógan sætum þetta maður. Komið bara hérna niður þeirra. Þetta er eitthvað sem er með búið að dreyma að gera lengi, sko. Já, hringdi McDonald's og reyna að panta borð. Já, og gera þetta oft. Hringja í ólíka McDonald's staði allan heim og alltaf eiga einstaka reynslu með hverjum stað, sko, eins og maður hefur átt, sko, svona culinary væs, sko, eða svona matarlega. Já. Ertu mikill McDonald's maður? Sko, pólitískur ráðgjafi minn, ég ferðast náttúrulega mikið með honum. Hann er mikill McDonald's maður. Enda 6 ára. Og og við förum stundum alltaf sem sagt kannski 4-5 sinnum á McDonald's í röð. Og svo hefur maður reynt að sem sagt benda honum á aðra staði. Og hann skilur ekki alveg af hverju að fara á annar staðir að McDonald's er. Og ég reyndi einu sinni að benda honum á Burger King. Og hann bara, hvað er það? Það er svona eins og McDonald's, eða svona líkt, það er bara aðeins öðruvísi. Og við löppuðum fram hjá slíkum stað og hann var mjög skeptískur og horfði svona á þetta og sagði, nei, ég held að þetta sé ekki góður staður. Þannig að við fórum bara McDonald's. Fórum á McDonald's. Já, þetta er bara... Og ég panta bara 2 Big Mac og engar franskar og þá er þetta, þú veist, sleppur þetta alveg. Fínasta máltíð? Fínasta máltíð, svo fann maður svona jógúrt með og svona fyrir sko magameltinguna, fyrir meltinguna. Fer hann í krakkamáltíðina bara ekki? Jú. Það er dót og svona? Já, það er krakkabóks. Þeir hugsa fyrir öllu á það McDonald's, talandi um McDonald's, það öllu að fara hérna í... Ég sakna McDonald's bara. Örstuðt og raunsingar? Já, ég veit það. Það get ekki gripið sér eitt Caesar á leiðinu heimaður. Já, þetta metrodót er ekkit eins. Nei, metro. Við Íslendingar vissum ekki hvað við höfðum þegar McDonald's var innan, það er bara þannig. Hvernig er það með pólitíska ráðgjafann þinn? Finnst honum metro gott? Er hann búinn að smakka það? Hann hefur ekki talað um það, ég veit ekki hvort hann hefur... Veit hann að því? Já, ég býst nú, hann svona er með augun opinn og svona skannar og ræðir líka við svona sitt tengslanett, hvað sé inn og hvað sé úti og Þið hefur ekki farið þangað, þú og hann? Nei, hann var til að segja mig bara núna á dögunum, sko, var ég leitar ágjafar hjá honum. Hann var að segja, ég mætti segja meira, gamli. Já, segja það ofta. Já, út að segja gamli, það er töff. Gamli. Jæja, gamli. Já. Það er ný örstættarauðlýsingar og komum svo aftur með borgarstjórann. Besti gamanþáttur ársins. I'm tired of living with my friend. He's a model. Gagnrýnendur hafa keppst að lofsama þáttinn. Þennan þátt verður þú að sjá. New Girl hefst 15. febrúar á Stöð 2. Smeltu áskriftin á stöð2.is eða í síma 512-5100. Stöð 2. Skemmtilegri. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890. Castello. Ekta eldbakaðar pizzur.
stórleikir framundan í enska boltanum. Chelsea, Manchester United á sunnudag, Liverpool, Tottenham á mánudag og risaslagur Manchester United og Liverpool laugardaginn 11. febrúar. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á áskriftarvef Stöðvar 2. Sport 2. Enski bolti. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Þægileg og fljótleg þjónusta. Kretia.is. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Nýspyrjað Coldplay og Rihanna í þessu skemmtilega lagi Princess of China. Hæ. Við sitjum hérna að ég, Pétur Jóhann og Jón Gnarr, borgarstjóri. Ámara, þú veist, maður þarf ekki alltaf að segja borgarstjóri, bara Jón Gnarr. Það má alveg. Hvað segir þú? Þú notur það svolítið yfir með hafinn núna. Þarf ég að segja borgarstjóri eða að segja bara Jón Gnarr? Borgarstjórinn. Borgarstjórinn, ok, fyrir ekki það. Það er svona... Já, svona virðing. His lordship, eða eitthvað svona. Já, ég sko. Hans hágauðgi. Hágauðgi. Já, borgarstjórinn, Jón Gnarr, situr hérna með okkur. Enskumaður kalla mig sko Lord Mayor. Lord Mayor? Já. Ertu að fara í marga svona veislur erlendis og eitthvað? Nei, ég gerir það nú ekki mikið sko. Nei. Ekkert að hitta aðra borgarstjóra og fara niður málin? Það hefur gerst. Já. Farið á svona ráðstefnur erlendis. Já. En aðalega er það þá svona einhverjir aðilar sem koma að hitta mig. Vita þeir það að þú ert leikari og grínisti að eðlisfæri? Já. Þeir eru búin að kynna sér það. Ok. Maður fær svona, áður en þú hittir eitthvað, þá færðu svona bríf viðkomandi. Já, ég skilji. Þú sett ekki að koma fjöllum bara. Nei, og þú veist svona, færð að vita persónulega hluti. Já. Það er að segja fjölskylduhagi, áhugamál. Já, nú sett ekki að spyrja hvernig hefur mamma en þá svo hún kannski dáin. Já. Ég skilji. Já, how is your mother? Oh, she died yesterday. Oh, yeah, okay. But she was old, wasn't she? Svona einhvern veginn að reyna að berga sér úr því einhvern veginn. Are you alone or with your wife? No, I'm divorced. Þetta er svona til að fyrirbyggja svona þess. En hvað, lastu eitthvað um mig hérna ára og komst í viðtali hérna? Já. Það er sem sagt, fekk bríf og... Ok, gott. En það hefur ekki spurt... Líka, fyrst eitthvað um mig líka? Já, fullt af hluti sem ég hef ekki hugmynd um. Nú? Með Pétur? Já. Hvað? Já. Bara einhvern segir á eftir. Ég sýndir þetta, margt að þessu örgulega ekki satt. Já, mjöðminn og það. Já. Annar fóturinn stýttir og það. Þú veist þessu hundakæra, það var nú bara rugl. Herðu, en við vorum það var rugl. Það var kjaftaði, hann var fullur hann Pétur. En við vorum að fara hérna núna í Atið. Og fyrir ykkur, hlustendur sem að mistu það tvíhög á sinni tíma, þá var þetta svona eiginlega minn uppáhaldsliður þar sem að Jón Gnarr hringdi eitthvert og Atið, þú kæfir það svona frekar snemma. Þú bullar eitthvað og segir mjög snemma að þetta sé Atið ekki. Eða viltu taka alveg rætt og ég hringi hérna í, hvað viltu gera? Nei, bara gerum þetta bara go with the flow. Já, go with the flow, ég ætla að hringja það. Þú ert leikstjórinn í okkar lífi. Já, þakka fyrir það Pétur, ef ég hefði það nú alltaf. Ég ætla að hringja hérna í Bíkó og Granda. Arðsemi, samstarf, áreiðanleiki. Vonandi þessi ekki að hlusta bara. Með ekki að maður eigi að vona það. Já. Nú verður þér allir alveg flissandi. Þú takt þetta. Þú svarar. Nei, ekki að ræða. Ég ætla ekki að tala við þessa góða. Það verður eftir að ná að gera hérna. Já. Brjála. Bíkó Granda, góðan daginn. Jó, góðan daginn. Góðan daginn. Sendið þið skrúfur í hérna e-mail? Nei. Það gerir við nú ekki. Með grunaði. Þetta er svona síma, þú ert lendur í símarekk hérna á FM 95 Blö. Hvað? Það var svolítið erfitt. Já, þetta er Jón Gnarr hérna. Þeir plötuðu mig þetta, strákarnir. Hérna, já, þú hefur ekki vita hvaðan á þið stóð veðrið þegar þetta... Hvað furðufullt þetta væri? Já, það er oft furðulegt sem maður heyrir, sko. Já, ég skal trúa því. Hérna, já, en... En það er aldrei að vita hvað tæknin býður upp á sérna. Nei, nákvæmlega. Heyrðu, ég vonaði og fyrirgeð mér þetta saklausa spaug. Þetta var nú bara svona... Sé nú bara svona... Maður er að sjá gleðina í þessu daglega lífi. Jú. Já. Það er spilað. Ok, bye.
Já, það var það. Já, það getur maður veit aldrei hvað tæknin gerir. Þetta finnst mér fallegt, ég vil meira svona. Já, beti, ég ætla að hringja bara núna, Jón. Eitthvað númer bara. Eitthvað gemsanúmer bara. Eitthvað algjörlega út í bláan bara. Eitthvað bara. Nei, þú, ég get þetta ekki. Bara eitthvað algjörlega kjæft það, maður sjá. Þetta er bara eitthvað gemsanúmer. Prófum þetta að svara einhver. Jú. Þú ert að hringja í mig? Nei, ég er ekki að hringja í þig. Nei, ég er þetta. Nei, þessi er ekki að svara. Varstu ekki með einhver númer að það? Jú, sko, það er bara búðir og eitthvað svona. Já. Þú vilt hafa þetta út í lofti. Þú ert komin í samband við talið. Já, þakka fyrir það. Herru, þá reynum eitt númer. Oft hérst í þessum. Má sjá. Þú ert komin í samband við talhólf, mert 8, eitthvað. Já. Alveg. Þetta er alltaf svona skemmtilegt út af það, maður býður með soninn. Já, þetta er vanmetið, sko. Það er spennan, skilur. Fólk er alveg. Það er svari. Theodor. Já, góðan daginn. Er þetta Sigrún? Nei. Þetta er, þú ert lentur hérna í símati á FM 957. Já. Örugglega ekki á hverjum degi sem að þú fær svona skringileg símtöl. Nei, ég fæ það ekki. Nei, ég bara... Já, þakkaði kærlega fyrir að taka þátt í þessum skemmtilega leik. Ok. Já, blessaður. Já, þetta var ekki Sigrún. Já, Theodor. Það var mjög skemmtilegt að þessi var með röddina sem þú notaðir í bíkó. Theodor. Já. En þetta er rosa fyndið. Þetta er einhver svarar með nafni. Já. Theodor. Það segja þá, já, er þetta Sigrún? Nei, hún er ekki hér. Herri, við viljum að fara hérna í International Love með Pitbull og svo er það hraðaspurningar og Honk if you're horny, þannig að ekki... Þetta er hraðaspurningar sem ég þarf að fara. Já, þú þarfst að svara. Þetta er gamla góðu. Já, hreinsa hugan og svo dælu að þið. Svo er það Honk if you're horny, maður. Svo ertu laus loksins. Getur fara að sinna borgil. 9.5 blöð með ykkur á þessum miðvikudegi, 1. febrúar, janúar búinn sem betur fer. Ég held að séu flest allir sátti með það. Jón, ertu ánægð með að janúar sé búinn? Já, janúar er leiðinlegasti mánuður ársins. Mikið hjartanlegri sammálaðir þarna. Það er löngu sannað, sko. Já, þú áttir þetta ammali í janúar, til hamingju með ammaliðinu. Já, takk fyrir það. Og já, þetta er leiðilegur mánuður. Já, og nú einhvern veginn, já, febrúar er stuttur, það er komið vorlykt og svona. Já, maður fann að sjá sólina eins og núna. Já, sólaðan. Þú fann að sjá sólina og bara, já, alveg, mannstu allt inn eftir sólinni. Já, og gleðinni. Hún er til, sólin. Það er til gleði í mínu lífi. Í heiminum. Já. En hvernig ertu fann að sakna eitthvað sem borgarstjóri? Máttu leika í bíómyndum og þáttum og svona? Sko, ég má náttúrulega, tæknilega séð, sko, ég má ekki vera í sko annari vinnu heldur en þeirri sem ég hef tekið að mér. Nei, skilji. Þannig að þú mættir ekki að fá tekjur fyrir að leika í bíómynd? Nei, ekki nema að það væri mjög sérstakt, sko. Já. Og hérna, til dæmis ef það væri einhvað sem hefði kannski einhvert samfélagslegt gildi, ef ég myndi leika einhvað atriði í einhverju mynd, og hérna segjum sem svo að Baltasar myndi fara að framleiða einhverja Hollywoodmynd og myndi óska eftir því í bíómyndinni að ég kæmi fram í eigin persónu, myndi leika sjálfan mig í einhverju stuttuatriði, þá myndi það var eðlilegt að gera það. Men það mást ekki þykja laun fyrir það? Nei, ég held ekki, sko, en síðan, ef ég ætti að fara að leika aðalhlutverkið í einhverju nýrri íslenskri bíómynd, Bjarnfreðarsson 2 eða eitthvað, það gengur ekki, það er bara, þá er ég bara komin í aðra vinnu, sko, og þannig er að ég má ekki, sko, ef ég tek frí, má ég ekki taka lengra frí en 2 vikur. Ok. Já, en sumafríð, má það ekki vera lengra en 2 vikur? Nei, það eru 2 vikur og svo 2 vikur. Skilji. En ertu fann að sakna þess eitthvað, að grínast og leika á? Ég er náttúrulega alltaf að grínast. Ég er grínisti og maður er bara grínisti. Og hvort sem maður er að vinna við ekki. Ég meina, grínast, ég reyna að grínast eins og ég mögulega get. Heima? Grínast mikið heima?
Já, ég var sem bara í, ég var sko að segja ykkur að bara í gærkvöldi þá var ég að búa til, sem sagt, datt mér í hug skets sem að var Pepsi Max konan sem að drekkur alveg rosalega mikið Pepsi Max og alltaf á barnum hendi með öðrum Pepsi Max og hafa hann kalda og barþjóðnin svona nei, nú segir stopp, þú ert búin að drekka of mikið Pepsi Max þú ert að fara bara heim og krakkarnir svona, mamma, já koma heim, nei, ég ætla að fá annan Pepsi láttu mig hafa, ég viðskiptavinur hér eins og aðri, láttu mig hafa Pepsi Max og svona lúni barþjóðnin svona heldilega, og svona setur glas og skellir svona Pepsi Max bara einnig að skildu flöskun eftir en hefðu, það komið að hraða spurningum á Jóngnar, þú þekkir reglur þetta verið fyndin skert já, mjög góður en ég er semst að búin að deila honum núna þannig að einhver eitthvað stelur honum væntanlega hann þarf ekki að stela honum, þetta bara þú ert að gefa hann á engin neitt nei, ok skapandi hugsun er allra ok ekki rétt og já, þið það notið, þið getið tekið upp þennan skets borgarstjórinn að gefa ykkur leyfi Pepsi Max konan Pepsi Max konan og endar hann bara þannig og hún bara fær flöskun á borðið nei, ég var ekki komið með punchline en það er ofta með að skrifa skets og mann finnur hann á rosalega skemmtilegri leið það er svo ofta erfitt að enda samt það er nefnilega erfiðast en ég hugsa þetta sem okkar að sketsa við getum verið að fylgjast með henni fyrst þar sem hún er á barnum og líka þegar hún er heima og strákurinn er að koma heim úr skólanum opna hurðina og mamma er sofnuð sófanum með Pepsi Max dós sofnuð út frá henni og kannski með svona bekkjafélaga sem messi bara hvað er mamma hann alveg svona starir á hana og líka krakkarnir svona inn í herbyggi eitthvað að kjafta og kjöðu mamma með Pepsi Max hvað er það kom ekki bjóð já, ég var svona ógæstlum slopp ykkur svona nærfötum vil ég ekki Pepsi Max krakkar Pepsi Max krakkar, ég endilega en ertu tilbúin í hraðarspurningar borgarstjóri Reykjavíkur þú þekkir þú nú hitt okkur svo oft og þú þekkir reglur það er að hreinsa hugan þú getur ekki svara rétt og þú getur ekki svara vitlaust það er skemmtilega að vita og þá byrjum við 1, 2 og besta bíómynd allra tíma Once Upon a Time in the West uppáhaldshljómsveit Bob Dylan uppáhaldslið í ensku knattspyrnunni Liverpool hvað kveikir í þér? Eldur hefurðu lamið eitthvað? Aldrei hvað varstu gamall þegar sveindómurinn fauk? 16, 17 uppáhaldsleikari? hvað kom fyrstur í hugann? Christopher Walken fyndnasti maður í heimi? Bill Hicks hvað drekkur borgarstjórinn á djamminu? Bjór Tvíhöfði eða fóstbræður? Tvíhöfði ef þú verður að sofa hjá dýri, hvaða dýrið þau fyrir valinu? Svín mjög annars takkur hefur þú farið í ljós? já mundur þú leika í klámynd fyrir 200 milljónir? hugsanlega ertu með mörg pók á Facebook? já, hvað er það? er mikið reyndu borgarstjórar Reykjavíkur? nei hvað tekur hann í bekk? 50 kíló uppáhalds bíómyndið með Steven Seagal? Under Siege fallegasta kona fyrir utan Maka? Lady Gaga hvar viltu hafa flugvöllin? Keflavík hefur þú séð Sigurjón Kjartansson nakinn? já hefur þú farið í sleik við mun eldri konu? já ok Pétur átti síðustu ég átti síðustu Pétur lýsti fyrir mér að það hefði verið Sigurjón hefði skrifað það er þetta ekki sem sagt sketsinu það sem er þetta að byrja með mömmu Sigurjóns ekki? jú Sigurjón leikstýrði þessari seríu og hann naut þess alveg í botn að gera þetta en ég er búinn að hrekkja hann ég er meira svona hrekkjalómurinn í okkar sambandi hann er svo saklaus hann er svo hrekklaus hann Sigurjón hann fattar ekki að ég sé ekki að platan og ég hef gert svona viljandi til mér það var eitt lag sem var mér spiluð mikið Father of Mine Where Have You Been muni getur þessu lagi og ég var að leika mér að því á milli laga þetta lag var spilast
Father of mine, where have... Ég vissi þetta pirraði hann alltaf. Father of mine. Father. Og endanum getur hann ekki, sem sagt, þú veist að það ekki feather, þetta father. Nei, þetta þetta ekki father, þetta feather. Father of mine. Og hvað meinar þú? Sjálfgett fíl. Þau syngjum fjöðrina sína. Og já, það ekki? Nei, ertu fíbl? Hann trúir okkur það svo gaman og auðvelt að gera reyða. Einu sinni vorum við að taka þegar við tókum upp hérna sturtuatriðin í Fóstbræðrum með mér og Benna og honum og Hilmi Snæ. Það sem að við erum lúðar... Skítapleppin þetta? Við erum svona lúðar að horfa á Benna. Og Benni segir, get ég aðstóðið ykkur eitthvað? Nei, bara horfa á þig. Og hérna, við vorum að taka þetta og tekið upp í Vesturbæðalauginni. Og þá vorum ég og Benni vorum komnir hérna undan Sigurjóni í sturturnar og tökumaður á búin að stilla upp vélinni. Hann sagði við okkur hérna, þið megi ekki hafa vatnið of heitt og gefa móða á linsuna. Og ég sagði, ok, segjum Sigurjóni þegar hann kemur. Og við vorum báðir svona notalegum stund. Segjum að það megi bara alls ekki vera heitt, það verði bara vera kaldavatn út af móðu og linsuna. Og hérna svo kom Sigurjón og ég sagði þess að, heyrðu, hérna máttu ekki fara í heita sturtu, það voru bara verið kaldri. Nú af hverju? Að því að kemur móða á vélina og tökumaður alveg kinkaði kolli og hérna Sigurjón lét renna ískalt vatn og ég sagði, við erum bara búin að venja okkur, maður byrja bara að fara stutt inn í einu, sko, svo verður þetta allt í lagi, ég alveg ískaldri sturtu, sko, sagði ég, maður ekkert ískald, sko. Og svo var svo gaman, Sigurjón gerði margar tilraunir til þess að standa undir bunnunni, sko, gata aldrei, stakk alltaf undan. Hann trúir, hann fellur alltaf fyrir svona. Hann svo hrekklus, hann svo góð sál. Pétur nefnilega svolítið líka svona, sko. Pétur Jó, hann mjög góð sál og það auðvelt að rekja hann. Pétur trúir öllu sem maður segir við hann. Já. Maður segir til dæmis, herru, ég var að heyra ljóta sig þig. Nei, hvað nú? Hann kaupir það. Ég hef oft hrekt Pétur og jafnvel, sko, hrekt hann þannig að ég fekk alveg svona smá sting, sko. Það mjög auðvelt fyrir það að hrekja mig. Já, það einhvern veginn svo, hann býður svo upp á það, sko. Já, ég veit það. Trúi öllu líka sem að þú segir, sko. Það ótrúlegt. Það verra, það erfiðara fyrir þig, veit ég. Trúi öllu sem að Jón segir. Þú býst kannski meira við því að ég sé að hrekja heldur en Jón. Það hringir einhvern tímis í mig, eða kemur einhverja máli við mig og með einhverja hugmyndum að fá Pétur í einhvað flip. Hvort hann hugsanlega til í það. Þá ég alltaf fyrstin að Pétur, já. Eitthvað svona hopp út úr köku á ársóttið hjá stanguði fyrir. Óþægilegasta augnablik sem ég hef lent í á ævi minni var í fermingaveislu með Jóni Gnarr. Við fórum allir hérna sem að vorum að bara gerðum nætuvættina í fermingu hjá honum Flemming Geir. Já. Svo vorum við búin að sitja þarna og borða kökur og eitthvað svona. Fer Jón til mömmu stráksins og segir við hana, heyrðu, hann Pétur langaði svo mikið til að ávarpa fólk. Til að segja nokkur orð. Og mamma hans alveg bara já, hann má það alveg maður og kom til mín alveg. Þá var ég farinn, sko, ég fór svona eitthvað, lappandi Pétur, svo segir Pétur, nei. Ég hef ekki að fara að segja nokkur orð. Fermingaveislan listist upp einhvern veginn, allir held að ég væri að fara að vera með eitthvað uppistand þarna. Þetta var ríkalegt, sko. Og síðan þegar þau voru farin, þá kom ég tilbaka og sagði, hvað var þetta? Og hann með eitthvað, við vorum biðja mig að skemmta. Og hvað, vildur það ekki? Nei, ég ertu ruggla, nei, ég ekkert að gera það. Ok. Það hef nú ekki verið ómagg. Það hef nú ekki verið ofverkið þitt. Ég fekk einu sinni í magan, Jón, ég ætla nú ekki að segja að það var maður sem hringdi mig og bað númerið þitt. Manstu eftir þessu, ég ætla ekki að segja hvað það var, en það var, svo sagður með hvað hann hefur verið að biðja og það var frekar steikt. Svo sendið þú mér SMS, Auðun, ekki allt gott, ég mjög hress, þykir væntu, en að gera mig greiða að láta ekki svona einstaklinga fara með mér. Aldrei aftur. Þannig að þá hefur komið eitt sítal hann sem að hann getur verið að hlusta og ég ætla ekki að ræða hvað þetta var. Við ætlum að fara í örstundar auglýsingar og svo endur við þetta á Honki fyrir Horni. Morgun þátturinn Magasín, virkamótna klukkan 7. Í fréttinni kom fram að eitt skiljan fyrir því að þetta kom hingað var að það voru opnað 2 verslanir. Það voru við að Nei, byrju. Nei. Hún er að fara á hamförum. Hún næri sér bara ekki eftir það.
Hún búin að sjá svo marga limi eftir það. Algjörlega óumbeðið. Alla virkamótna á FM 957. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Korónakvöld á Glömbar á 50-dagskvöldið. Vinsæli drykkjuleikurinn Beer Pong og fleira fjör í boði. Sjóð heitur DJ. 5 í fötu á 1500. Korona og Glömbar. Klikkar ekki. Jepplingadekk. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Skíði helgina. Skemmtum okkur innanlands. Flugfélag Íslands. Skemmtum okkur saman. Stöð 2 verður í Vestmannaeyjum á laugardaginn. Bylgjan og Ísland í dag í beinni frá Vestmannaeyjum. Solla Styrða og íþróttaalvörinn bregð á leik. Leikfélag Vestmannaeyja skemmtir börnunum. FIFA PlayStation meistarakeppni. Jökvan og Hreimur taka lagið. Og pulsur fyrir alla sem kíki heimsókn. Komdu til okkar í Oddfellow-húsið í Vestmannaeyjum á laugardaginn og kynntu þér ævintýraheim stöðvar 2. Vestmannaeyjar og stöð 2. Skemmtilegri saman. Dílar.is í dag. 10 skipta skotkort hjá Bar 11 á aðeins 2.990 í stað 6.500. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Í dagskaralið sem að Jón Gnarr gerði ódauðan hérna á sínum tíma og heitir Honke fyrir horni. Ég ætla að hringja hérna í Pétur Jóhann Sigfússon og borgarstjórinn Jón Gnarr eru að fara að rölta núna Miklubrautina og ef þið sjáu þá eigi að flauta. Þetta já, eins og bara titillinn gefur með sér, þá þetta Honk if you're horny. Auði? Já. Nei, blessað. Nei, komdu sæll og blessaður. Vilt þú? Er þetta Addi? Er þetta Addi sjálfur? Vilt þú kannski hafa síman? Er þetta Addi sjálfur sem er að ríkja það? Já, þetta er Addi sjálfur. Addi Blandon, maður. Addi Blandon. Ég var bara hrættur hjá Adda Blandon. Ég var í hrættunni hjá Adda Blandon, maður. Hvað er þessi statur? Ég var að fara út á Miklabrauð. Já. Já, Addi vill það, sko. Já, ok. Erum við komnir í loftið? Já, við erum í loftinu, bara í þráðbeinni. Heyrðu, við erum hérna í þráðbeinni, Jón. Já. Og já, við notum tækifærið hér, feðgarnir og óskum bjóðum alla velkomna í Honke fyrir horni. Já. Það er strax byrjað að flauta og við erum ekki komnir á brautina, sko. Ef þið sjáuð lítinn mann í grænni úlpu og borgarstjóra með sixpenser, þá eigið að flauta ef við erum horni. Já. Nú, við skulum sjá hvernig stemningin er hér. Eru margir bílar? Já. Jú, það er byrjað. Þarna flautaði. Einhver sem var í góðu stuði. Nú, ok, nú er ekki Kalli Bensen. Hann er Kalli Bender. Já. Kalli Bensen, já, rétt. Kalli Bensen umferðinni? Já, nei, hann var hérna á skilti. Já, daginn. Nei, daginn. Honke fyrir horni hér. Honke fyrir horni í allri sinni mynd. Daginn. Allir flautandi, maður. Þetta eru mikil viðbröð. Þetta er morgundagurinn. Þetta eru sterk viðbröð hérna á fyrstu metrónum. Já, það er snjóa. Þetta er hundslappadrífa. Það er ekki að snjóa. Það er hundslappadrífa úti. Já, daginn. Honke fyrir horni. Já, fólk á Miklubrautinni, þeir eru að hlusta. Ekki hika daginn, já. Menn er ekkert að hika við að flauta hér. Ég bendi það með. Það eru allir gjörsamlega á flautunni. Já, liggja á flautunni. Þannig að þið vitnist hvað er mikið gleðið hérna. Já, þannig að fólk er horni í umferðinu núna. Svenni á svona litlum rauðum bíl. Svenni? Já. Já, en sem er með honum að Adda. Sem er með Adda í þættinum. Svenni er á svona litlum. Honke fyrir horni. Já. Hann var að keyra hérna fram, já. Það er að Sveppi þá. Já, Sveppi, þú ert að meina hann? Já. Svenni. Addi Blandon og Svenni. Addi Blandon og Svenni, hérna. Það er mikið flauta. Já, mikið flauta, þetta heyra þetta. Já. Turboflaut. Já, það er greinilegt að fólk er hér í miklu stuði og sjáðu þið, hérna kemur hólskeflaða bílum og maður búast við því að... Ok, það er hólskeflaða bílum. Já. Á Miklubrautinni. Dælir, horni, daginn. Hanna, kemur einn í viðbót? Nei, hann er ekki... Já, hanna, nei, allir alveg að verða brjálað hérna í Honka, já, alltaf verða brjálað í Honkafjörunni. Gerðu þetta, ég hef aldrei síðan aðeins. Hanna, og hendum veif og fullir bílar. Þetta er nýtt met í Honkafjörunni, maður. Hver einasti bíl hér. Hver einasti bíl að flauta. Hanna, daginn.
Þetta stórkostlegt að heyra. Já, herru, þetta orðið stórkostlegt. Þá vitum við það að fólk í umferðinni Horny og allir í góðu skapi. Ég hef aldrei orðið við þetta var í gamla daga, skal ég segja þér. Já. En hvernig fyrir fólk sem á leiðinu út, Pétur, hvernig veðrið? Það hundslappadrífa. Það hundslappadrífa, ok. Já, ég myndi bara vera heima maður. Já, nánast snjókoma. Já, það komin svona létt snjókoma, sko. Ok. Ég veit ekki hvernig það endar. Er spáin þannig? Snjóspá? Þú ert að spyrja ranga mann, en þannig að það snjóslappadrífa og klukkan 25 mínútur yfir 5 fyrir þá sem hafðu áhuga. Nei, það hundslappadrífa. Hundslappadrífa? Já, ok. Ég þekki þetta ekki. Borgarstjórinn sagði það allavega. Já, herðu, allar að koma með borgarstjórinn inn og hvað mann? Nei, það ekki að snjóa, það hundslappadrífa, sagðan. Ok. Herðu, fáum smá, takk fyrir þetta, Pétur. Þetta var Hongefjör Horny. Það var mikil stemming á Miklabrautinni og mikið fjör. Við þökkum þeim sem að flautuðu fyrir það, en við viljum að fá núna smá Jón Jónsson, Wanna Get In. Jóhann og Jón Gnar komnir hérna aftur úr þessu, þetta svona slappútið, ekki? Jó. Svo líka kannski væri sniðugt líka að hringja á einhvern bar sem engin borð, pantaborð. Svona frægan bar. Út í New York eða eitthvað? Það í New York, Bretlandi náttúrulega alltaf. Panta sæti við barinn kannski, eða? Viltu reyna það? Panta sæti við barinn. Fyrir 4. Eftir hálfan mánuð eða eitthvað. En eftir hálfan mánuð? Veistu einhvern bar í New York? Hvað er frægur bar í New York, Jóngnar? Hvað segirðu? Hvað er svona frægur bar í New York? Frægur bar í New York? Ég fer ekki á bari. Nei. En þú verið svo mikið svona í útlöndum? Já, bara New York bar. Það er ekki frægast í barinn þeirra? Já, New York bar. Ég ætla að skrifa bara hérna, New York bar. New York bar. Já, ok. Og hérna, pantaborð? Finnst ykkur New York ekki leðileg? Nei, mér finnst það stórkostlegt. Finnst þið það? Já, hún eina mínum uppáhalds. Mér finnst það svagalega ámetin borg. Ámetin og... Annarkvort ískalt eða steikjandi hitti þar. Já, maður þarf að fara vori. Já, þá rigning. Já, þannig að þú ert að meina þetta, þú lir ekki New York. Mér leiðist New York. Óbúslega mikið hávaði, mikið bílar, allir einhvern veginn svona, þú veist. Allir að fara eitthvað. Allir einhvern veginn, þú veist, svo markeraðar af lífinu einhvern veginn og einhvern veginn, þú veist, þú allar að brosa til einhvers og það bara, þú veist. Ekkert brosa á móti? Nei. Hvað er skemmtilegasta borg sem þú komið til fyrir utan Reykjavík? Það er ekki Stokkólmur. Er það? Já, Stokkólmur er yndisleg borg. Ég var hrifinn af LA. LA var vinaleg borg. Já, hún er samt svona, það er ekki, ég held hún væri svo mikil eitthvað, það er svona, mér fannst eins og þegar ég var að labba á stjörnunum þarna sem að fólkið er með í götun og eitthvað, mér fannst eins og þetta væri svona bara eftirlíking eitthvað. Mér finnst þetta ekki af stórkastlegt og ég held þetta er þið sko. Mér finnst LA mjög skemmtileg og náttúrulega Beverly Hills, náttúrulega rosa gaman að röltum í Beverly Hills. Já, og Köpen. Köpen er náttúrulega... Köpen er alltaf bara Köpen, skilur. Köpen, maður. Hérna er komið bar í New York. Alltaf besta borgin, maður. Ertu komið með bar í New York? 235th. Þú ætla bara að hringja þetta bara svona... Hafa dagatal, þannig ég geti... Já, ertu með dagatal, Jón? Já, hann er með það í símanum, hann náði það í símanum. Já, við hringjum þetta með hann. Ég verið að hrósa þér auðvitað, sko, þú ert að vinna tæknivinnu á sama tíma og þú ert að taka þátt hérna í spjalli. Ég er hann miklu betri en ég var, sko. Já, þetta er bara nýr maður. Ég hef aldrei séð þetta hefur. Mikið svakalegt búin að taka það á í tæknimálum, Finnst þetta ekki flott hjá hann? Mjög flott. Já, hann er ábúslega duglugur. Já. Ábúslega duglugur strákur. Við ringið þetta eða? Ok. 235th, how may I help you? Yes, hello. My name is Jón Gnar. I'm calling from Iceland. Hi. Hi. I was wondering if I could reserve a table for 4 on either the 10th of March or the 11th, Sunday the 11th. Okay, 1 second. Yes, thank you. Thank you for holding. How may I assist you? Oh, yes. Hi, my name is Jón Gnar. I'm calling from Reykjavík, Iceland. And I was wondering if I could reserve a table or chairs
the March 10th or 11th, the Sunday 11th, at the bar. Okay, for how many people? 4. And is everyone over 21? Yes, I think so. Yeah. It's okay. I am 45. There is someone who is 38. Oh no, I just asked because a lot of times, especially people traveling from Europe, the drinking age there is 18, but here in the United States it's 21. So I just want to ask to make sure there's no confusion that some people won't get turned away at the door. No. As I said, I'm 45. There is someone who is 38 or 39. There's a woman around 40. So it's Okay, I was just asking just to make sure you weren't coming with any kids or anything like that. That's all. No, I'm not. No. Okay. So if you were to join us are you looking to join us during the daytime or at nighttime? Which is better? Both are fantastic. It all depends on what you're looking to join us for. Are you coming for brunch or are you coming for the lounge at nighttime? Oh, we wanted just to sit at the bar, in bar stools. Right, but during the day or at night time? At night time, yeah. Okay, if you were coming on Sunday, March 11, you do not need a reservation. If you want to join us on Saturday, March 10, I would suggest a reservation, and we accept those with purchasing bottles. You would have to purchase 1 bottle for 4 people. Yeah, okay. Yeah, okay. I'll think about it and call again. I will have to talk to the people. Okay. All right, thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. Þarna við ætlum að taka við barinn. Þetta einhvern veginn fóð fyrir ofangarða með hann. Hún bara sagði getur bandað hérna við barinn. Já, nema þú verður að kaupa þér flösku. Þetta er einhver svona svaða bar. Hún var til í hvað sem var. Seljaði bara einna flösku. Já, hvort ætlar að vera einna degi til eða kvöldi til, allavega þú verður að kaupa þér flösku. En ertu ekki með að ráðgjafa en með þegar þú fer á svona staði? Nei, hann bara heima og en við erum í símsambandi og ég hringi hann og spyr hann ef að koma upp einhverju vafaatriði fljótur að afgreiða það Gemli og hann er hress Þessi kona þess að við vorum að hringi, hún er búin að eðalegja þetta Já, þetta var full létt einhvern veginn Þetta er það sem ég sagði á hann með Amerikanana, þeir eru svo sérstaklega New York, þeir eru svo mikil töffarar þeir eru svo vanir því að búa alveg furðulegasta fólk í íbúinu við hliðina á þeim og þau eru vön alls konar þvaðri og bulli fólk með einhverja rangkuðmyndir á stegaganginu með eitthvað þvaðrandi og þau bara, já, þetta verður örglansilega á meðan að fólk í Þýskalandi og þýskarar eru ógeðslega skemmtir þeir tala alltaf ensku en þeir eru ekki að ná gríninu og það er svona skemmtilegast að hringja Þýskalands og Japan er náttúrulega alveg stórkostleg þeir þú mátt ekki vera svona smartas í Japan þú fattir að sé verið að reyna að hafa þig að fíbli það mátt ekki láta viðkomandi vita það því þú ert að móðgan og þú mátt ekki skella á Þannig að svoleiðis grín má ekki í Japan Jú, en þeir eru bara svo kurteis sem má ekki skella á Nei, ok, það er eitthvað sem við mættum temja okkur í Íslandi Já En ég ætla að við þurfum að hoppa hérna í auglýsingar og svo komum við 3 hérna aftur grjótharðir Hvað segir þið betur? Já, við skuldum auglýsingar Já, hárrétt Heiðar Austmann í boði KFC Singer Twister á 699 krónur Fáðu þér KFC, svo gott Takeaway tilboð Castello Stór pizza með 2 áleggjum á 1890 Castello, ekta eldbakaðar pítsur Úr smiðju J.J. Abrams og frá höfundum Lost kemur hörkuspennandi þáttaröð I need 63, Alcatraz officially closed Alcatraz, hefst 9. febrúar Never seen or heard from again Until now Smeltu þér á áskriftin á stöðu2.is eða í síma 512-5100 Welcome to Alcatraz Stöðu2, skemmtilegri Nú eru lokadagar útsölunar. Þú kaupir eina útsöluvöru og færð aðra fría. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind.
Júniortilboð í 10.11. Góuprins á 89 krónur. Kellogg's Bar á 89 krónur. Burn á 199 krónur. Frosin línuísa, roð og beinlaus á 899 krónur kílóið. 10.11. Alltaf opið. Aðeins 4 lið hafa fagnað sigri frá því að úrvalsdeildin var sett á stopp. Breytist það núna? Enski boltinn á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Fylgir Fréttablaðinu á morgun. Sigur vill starfa með sprengjulita vélmenninu. Ólöf Jara og Jónsi í svörtum fötum í rockprófinu. Frosti Logason og 5 bestu handboltarokklöfin. Plötudómar, fréttir og fleira. Fylgir Fréttablaðinu á morgun. Við sýnum alltaf nýjasta fyrir fermingaveisluna. Veisluskrautið, föndrið, veisluborðið og tískusýningar á glæsilegum fermingafattaði. Helgina í Garðheimum. FM 95 Blö í boði. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Þú getur sótt úr lán með einu SMS-i. Kredia.is. We Were Born to Die syngur Lana Del Rey. Virkilega upplíkandi lag hérna hjá stúlkunni. Flott einhversi. Slóganið mitt. Born to Die? Já. Hjálfunni? Hefur alltaf verið. Born to Die? Born to Die. Já. Þannig að þú ert að fíla þetta hjá Lana Del Rey? Ég er með það á Facebook. Já. Ertu mikið á Facebook og ég sé þú ert líka á Twitter núna? Ég er á Twitter og Google+. Nú ertu duglegur í þessu öllu saman? Google+. Ég er mjög duglegur. Mér finnst Facebook náttúrulega stórkostlegt, mér finnst internetið stórkostlegt og hérna... Sú bóla eru ekkert sprungið einhvern veginn? Nei, það er engin bóla, sko. Hérna, þetta gegnum internetið munum við verða ódöðleg, við munum verða eilíf. Já. Og vegna þess að það er ekkert langt í það að við getum beintengst internetinu í heilanum, þannig við getum bara þá veistu allt. Þú getur bara, ef þú vantar að vita eitthvað, þá bara googlar það bara eins og eins og hugsar. Það er ekki nema svona 30 ári að þetta verði mögulegt og það er þegar byrjað að gera tilraunir til eins og tengja dóti í heilan á öpum og þeir eru að stjórna vélörmum og svona með hugsunum, þannig að þetta er alls ekki fáránlegt, sko. Nei, ég held að vera að grínast. Nei, ok. En oft er maður nú að hugsa eitthvað svona sem að maður svona... Þannig að maður er kannski að fá like bara í hausnum. Já. Ef einhver er að like eitthvað sem maður er að gera, þá færðu bara likeið í hausina. Já, þú getur verið sko í póka bara eitthvað sem svaka samræðum við fólk á þess að segja neitt, skilur. Já, það er þægilegt. Og þá öðlast tungumálið algjörlega nýja merkingu, sko. Þá verður það myndrænt og eða myndrænna og síðan höfum við þann möguleika þegar þetta verður að þá getum við sko downloadað huga okkar. Það er ekkert annað. Heilanum á harðan disk. Já. Þetta er 30 ár. Já, og þar með ást orðin eilífur. Það var bara að vera á Facebook alltaf og löngu út úr líkamlega dáinn, sko. Bara, hérna ég, í þessum harðadisk, það bara... Í þessum harðadisk, það sem ég ekki taka harðadiskinn úr sambandi, það er ég, þá er ég alveg farin. En Jóngnar, hvað ætlað þú að gera helgina? Því að við erum núna að fara í dagskráliðinn sem að við Pétur, þetta er nýr dagskrálið hjá okkur Pétri sem heitir Hverjir verða hvar? Af því að ef þú lest til dæmis í Séð og heyrt og lest inn á svona blöðum, þá er oft hverjir voru hvar. Já, í fortíðinni. Já, sem er rosalega leiðilegt að því að Séð og heyrt er rosalega mikið fast í fortíðinni. Fast í fortíðinni. Og þú græðir ekkert á því að vita hverjir voru hvar. Nákvæmlega. En þú getur grætt á því að fara þangað og sjá þá. Já, en þú getur grætt á því hverjir verða hvar. Nákvæmlega. Það er ekkert gaman að vita hvar var gaman. Miklu skemmtilega að vita hvar verður gaman. Þannig, við erum þannig í því hérna í þessu þætti að við erum að horfa inn í framtíðina. Já, og við hringdum í 3... Það er það sem ég met svo mikils við ykkur. Já, takk fyrir það. Þú veist, ég ber svo mikla virðingu fyrir ykkur vegna þess að þið eru svona sjáendur. Þið horfið inn í framtíðina, þið er ekki fastir í fortíðinni. Það eru menningar og lífstíl. En eins og hvað gerir þú í gær? Þú manst það ekki eins og. Nei, þú stenglir framtíðina. En við hringdum í 3 nafntóka einstaklinga í Hverjir verða hvar og spurðum þau hvar fólkið í landinu á að fá sér í glas helgina eða ætlar að hitta celebrity. Herru, tjekkum á þessu. Já, komið sæl og verið velkomin hérna í dagskráliðin Hverjir verða hvar og fyrsti maður sem við viljum að tjekka á hvað er að gera helgina, Pétur, það er Helgi Seljan. Já, það er, við byrjum á Stórlaxi. Já, þetta er, fréttamaður á RÚV og... Já, Bóhem, þetta er maður sem að svona... Spurning hvar hann er að djamma þessa helgina? Já. Hann hattar nú ekkert að fá sér næst í tána helgi. Nei, hún finnst það ekki leiðir. Nei. Það hringir. Og ekki setna vatna á miðvikudegi. Já, er það Helgi Seljan?
Það er hann. Komdu sæll og ertu velkomin í Hverjir verða hvar. Pétur Jóhann Sigfússon situr utan við hliðina á mér. Við ætlum að tjekka hvað er kallinn að gera um helgina. Ekki neitt, ég held að þetta væri svona hitaklifi. Nei, þetta er Hverjir verða hvar, Helgi minn, og það snýst það að við erum að reyna að sjá fyrir okkur hvað fólk, fræga fólki ætlar að gera um helgina. Þannig að, almúinn geti hitt á þau og spjallað og fengið sér í glas með þeim. Hvar verður kallinn? Ég er í útskrift hjá vinni mínum, hann er að útskrifast úr einhverjum svona ljósmyndaskóla. Já, þetta byrjar vel. Hvar, er það á föstudaginn? Það er á laugardaginn. Það er á laugardaginn? Hvar er það haldið? Heima hjá honum. Heima? En ég menna, gengið fer eitthvað eftir þetta, er það ekki? Ég fari bara snemma heim, sko, ég er á bílnum. Hættu, hvern þykistu vera að blekja hérna, Helgi? Við vitum það allir hérna í þessu símtali að þú ert að fara eitthvað. Hvert er kallinn? Já, segðu okkur það bara. Ég fer bara heim, sko, í alvörunni. Helgi, má ég segja þér eitt? Það er svo opbáslega erfitt fyrir fólk sem er að skoða þessa dálka í séð og heyrt og þessum blöðum hverjir voru hvar. Það hjálpar okkur ekkert. Við erum samt alltaf á sömu stöðunum, sko. Já, þannig að það væri svo opbáslega þakklátt, Helgi, ef þú myndir bara segja fólki hvar þú ætlar sirka að vera, þá getur fólk hugsað með sér, heyrðu, mér langar að hitta eins og Helga Seljan. Mér langar að sjá hann í eigin persón. Ég er hana í litla Skerjafirðinum, þetta er blátt hús, svona tvílyft. Já, en ok, segjum svo að þú kemur á bíl í þetta partí, good shit partí í gangi, voða gaman, allir í feeling, þú dettur í feeling, hvert væri líklegast þú myndir fara? Ef að sá gállinn maður á manninum. Ætli það væri ekki bara Ölstofan, held ég. Það er Ölstofan. Það vitið það, kæru hlustendur, að ef að Helgi Seljan dettur í feeling hérna í þessu ljósmyndapartíi, þá finnið hann á Ölstofunni. Líður ekki betur eftir þetta, Helgi? Jú, mér líður betur. Mér grunaði það. Við sjáumst á Ölstofun á laugardaginn, Helgi. Já, kannski. Takk fyrir þetta, vinnur. Guð geymi þig. Bless. Bye. Já, það er ekki að spyrja þig, það er Ölstofan. Hann er típan sem fer á Ölstofun, hann Helgi Seljan. Það verður ógeðslega gaman við á okkur maður á laugardaginn á Ölstofun. Ég sé hann alveg fyrir mér í reykskílunu svona tala við einhverja listamenn. Já, hvað bara að fóra all-in maður, ég skildi bílinn eftir bara. Hjá hennu svo. Já, annars var hún við? Já. Getum við fengið að tala við hana? Halló. Anna Svava, komdu sæl og verður velkomin í Hverjir verða hvar. Pétur Jóhann Sigfússon, taktu við. Já, sæl og blessu Anna Svava, hvernig hefur það í dag? Mjög fínt. Er það ekki, heyrðu, okkur langar svo að vita hvað þú ert að fara að gera um helgina? Ég er að fara á Þorrablót á Prikinu sem Sindri Kjartason stendur fyrir. Er það á föstudaginn? Já. Þannig að fólk vil sjá þig mökk ölva þá kíkir það á Prikið á föstudaginn? Já. Ok, gott að vita. Það er Prikið á föstudaginn. Frútspunga og drekka brennivín. Já, frábært. Og er öllum leigulega aðgangur að þinn? Nei, það er sérstakur boðslisti. Sérstakur boðslisti? Hvernig kemst maður hérna? Það opnar og örugglega fyrir almenning klukkan 12. En hvernig kemst maður á hennar boðslista, Anna? Það þarf að senda Sindra Kjartansinni e-mail, sérstaklega. Er það Sindri aftur leðurgríma? Er það ekki? Er það orðið þannig eftir að komst á fossiðun á Monitor að fólk þarf að vera bara með bóðsmiða til að geta djamma með hennan og sofa? Ertu honum það mikið celebrity að fólk getur ekki hitti á djamminu nema að sé boðið í partíi? Já, það er þannig. Það er af sem áður var. Já, hvernig er laugardagurinn? Hvað á svo að gera? Hvað, byrja að snemma á laugardaginn? Tengja kannski? Nei, ég held ég sé að fara að vinna á laugardagskvöldi, held ég. Vinna við hvað? Örugglega einhverju veislustjórn. Já, ok, þannig að það er engin tenging. Nei. Þannig að það er fyllir í og jappand og pungum á föstudegi og svo bara róleg og að vinna á laugardegi. Já. Þá vitið það Íslendingar eða ætla að hitta Önnu Svövu um helgina þá þurfa að reyna að komast inn á Prikið. Takk fyrir þetta, Anna. Takk fyrir þetta, góð skemmtun, hafa gott. Bye. Já, það var Anna Svava, hún var hress. Já, maður þarf bara að vera með bóðsmiða til að hitta hana. Já, ég minna það er opið fyrir almenning eftir 12 minúti. Já, sauðsvartan almúan eins og hún sagði. Já, þannig að það er ánægjuefni. Já, það var það Óli Geir, hann hlýtur nú að vera að gera eitthvað sko. DJ Óli Geir. Hann er kallað það í útlandum sko. Já, það er DJ nefn eins og þig. Heyrðu, það er strax 4, bara á ringi hann. Já. Og fyrir rútskap. Meira að segja sko, símringingin hans yfir af djammi sko. Já. Maður langar til að fá sér einn eða 2. Maður heyrir þetta. Já. Hvað voðaleg kallinn Bissi? DJ. Halló. Óli Geir. Halló. Góðu sæll Óli Geir og verður velkomin í Hverjir verða hvar. Hverjir verða hvar hérna í FM 95 Blöð. Ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon, Ötti Blöð setur hérna með mér. Hvað ætlar að gera um helgina? Ég er að fara bara út um allt maður. Út um allt? Það er ekki að spyrja þig.
Höfn í Hornafirði, ætlar að byrja þar á föstudagskvöldið? Já, 50-daginn, helgi fyrir að snemma, gæti. Nú, það er station helgi á kallinum. Þú byrjar á Höfn í Hornafirði á 50-daginn og hvað ætlar að gera þar? Ég er að fara að spila á framhaldsskólaballi þar og fer svo á Playas á föstudaginn og Sjallan á Akureyri. Og hvað, er eitthvað klámkvöld þessa helgina? Ekkert klámkvöld, kvíla klámi. Ekkert dirty night? Það var Akureyri á laugardaginn, það var bara loffið og rassbrjála. Þannig að þú ert á Höfn í Hornafirði á 50-degi, Players á föstudegi og Akureyri á laugardegi. Það er bara þannig. Þetta kallar maður helgi, Óli Geir. Svona átt að vera. Svakaleg helgi, drengur. Já. Og hvað, all in öll kvöldin? Algjörlega, já. Já, það þýðir ekkert annað maður. Þannig að fólk út á landi, til dæmis í kringum höfnina, þá getur að hitta á kallin á 50-daginn. Já, og svo bara fyrir alla hérna í borginni, þeir hitta á kallin bara á föstudaginn og Players. Já. Og svo er það Norðurlandið bara á laugardegi. Þannig að heyrið það Íslendingar, það er alveg sama hvar þið eru á landinu, þið getið tjamma með Óla Geir þessa helgina. Yes! Svona á að enda, hverju verða hvar? Svona á að enda þetta. Þannig að fyrir ykkur að núti, þá vitið það, Óli Geir er all-in allt land þessa helgina. Óli, takk fyrir að vera í hverju verða hvar. Mér langar að nota þetta tækifæri, Óli Geir. Óli, mér langar að nota þetta tækifæri og óskaði til hamingju með að vera þú. Ég vildi vera þú. Takk fyrir þetta minn. Já, bara ekki vandamál. Svona á að gera þetta, Óli. Guð geymi vinur minn. Hafa það gott. Já, bæ. Já, það er ekki að spyrja að því maður. Herðu, maður er að ringi fólk. Maður ringir fólk. Herru, hvar verður helgina? Ég veit ekki. Heima hjá mig verður. Já, ég ætla kannski bara upp í Bláfjöll og skíði. Ásgeir Kolbeinn síðustu helgi. Já. Hann sagði, já, ég ætla að fara á skíði í Bláfjöll. Já, það var rigning. Það var rigning alla helgina. Var hann ekki búinn að skoða spána maðurinn? Fullt af fólki sem að fór upp í Bláfjöll bara til að hitta Kólfáður. Hann er fáiði. Herðu, nei, það var bara rigning. Þóla hann ekki. Þannig að þið vitið það. Það er alltaf þetta treyst á Óla Geir. Það er alveg sama hvar þið eru á landinu. Þetta var hverjir verða hvar. Rottweiler hundunum, þetta er Reykjavík og Belfast. Já. Klukkan er núna 2:02 sem þýðir að vaktin okkar Péturs er að ljúka. Borgarstjórinn búinn að sitja hérna með okkur síðan 4:30, Jón. Já. Og þakka ég kærlega fyrir það. Það er búið að sannur heiður að fá þig hérna í heimsókn. Það er nú bara lítið, þetta er nú bara vinna mín. Já. Þetta er bara... Það er að fara á útvastaðar borgarinnar og sjá hvort þið ekki allt í lagi, ekki? Já, tala við borgarana. Já. Þetta er liður í því. Og reyna einhvern veginn sem að mögulega getur að gleðja borgarana. Já. Er eitthvað sem þú vilt segja við borgarbúa Reykjavík svona hérna rétt í lokin? Því að nú erum við að kveðja, áttu svona eitthvað lokaorðið svo Jerry Springer alltaf með hann? Glaður borgari, góður borgari. Já, glaður borgari, góður borgari. Og gott samstarf skilar arðsemi. Já. Sköpunargleði. Pétur verður mættir hérna aftur næsta miðvikudag með karaoke-keppni. Já, ég er með stikkord bara á skjánum hérna. Áræðan leikið á sköpunargleði. Og ég hveti ykkur til að horfa á Threads á YouTube. Threads? Já, sem sagt Rolling Stones Threads. Já. Til dæmis. Ok. Allir að kíkja það. Uppspretta mikillar gleði. Glæsilegt að heyriði það, borgarbúar. Ég og Hjöppi verðum mættir hérna aftur á morgun klukkan 4 og já, meðal annars ætla fyrir ekki Dóra að frumflytja nýtt lag og fleira í þættunum. Brjátbreki verður á sínum stað og mikið stuð, þannig að ég vonast til að fá okkur til að hlusta aftur á morgun klukkan 4. Tekur við á okkur hérna hann Ríkharður Geblettur Óskarsson. Hann er tilbúin hérna á kantinum. Rikki, er ekki fanta þáttur hjá þér? Það er rándýrsprogram, ég toppa þetta klálega. Já, þú færð allar borgarstjórinn, Jón, ætlar þú að vera áfram hérna? Já. Rikki og Jón Gunnar til 10 í kvöld. Slagur á kantinum. Það eru fáum nokkru auðlýsingar, takk kærlega fyrir hlustuna og já, fylgist með Rikka, hann er bara að byrja. Stórleikir framundan í enska boltanum. Chelsea, Manchester United á sunnudag, Liverpool, Tottenham á mánudag og risaslagur Manchester United og Liverpool laugardaginn 11. febrúar. Fáðu þér áskrift í síma 512 5100. Á Subway er bátum mánaðarins alltaf ódýrastur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest.